Já, Björgvin, hvað er það að segja þetta svona? Kaflaskipta leik. Já, það er ekki afgjönd til kaflaskipta því að við vorum að gera eitthvað gott og eitthvað slæmt. Þannig að við getum tekið bæðið með okkur, góðu kafla og slæmi kafluna og lærum aðeins slæmi. Góði kaflinn var klálega fyrri hálfleikurinn og svona stærsti hlutin af honum. Hvað svona breytist þegar líða fyrir á fyrri hálfleik? Kannski óskýmslega ákvörðunartökur. Þeir komast inn í leikinn eða komast yfir leiknum út af bara við erum að missa bolta klaufalega, sem taka rákvæða ákvarðanir. Það er næst það sem kemur okkur í koll. Eitthvað sem kom ykkur óvænt í þýska liði? Nei, raun ekki. Ekki nema bara töpuðum leiknum. Það kom okkur óvænt. Það er gott lið og mjög spennandi að sjá hvernig þau verða á næsta móti. Við erum bara spenntir að takast á við aftur á morgun og vonandi lærum við meira leiknum morgun líka. 7-8 marka munur í Laugslók hérna, er það ekki óstórt? Jú, það er stórt. Þetta er æfingarleikur og skiptir ekki öllu málinu hvernig við töfum 4-7-3. Það skiptir mestu máli að við þurfum að læra á þessu og nota hann leið til þess að bæta þarf og það er fínt að fá vandamálin frekar núna heldur en í Katar. Aðalega sóknarleikurinn kannski sem þarf að vinna meir í? Já, sóknarleikurinn var fínt að koma, við vorum að fá fín færi, maður bara verður á sig vel í markinu hjá þeim og svo er sendingafeila sem klínist meira á ákvörðunartöku leikmann heldur en sóknarleikin yfir heildina. Við verðum að spila fínt í heilíka, þetta er ákvörðunartökur og svo verðum við að vera nervir í markinu tímbil og þá er þetta ekki að veita.